Ágætu elskuðu vinir, við erum hérna saman komin í tilgangnum okkar að færa okkur nær Drottni og það er 19. júní í dag og er ekki kvennafrídagurinn í dag, er ekki upplagt að óska konum til hamingju með daginn sinn og bara trúa því að þær fái það sem að þeim ber og þá virðingu sem þær eiga skilið að fá, því að þær eru náttúrulega bara manneskir eins og ég og þú og partur af okkur öllum og það er enginn svo einn að hann þekki ekki einhverja konu sem að sem honum þykir jafnvel vænt og allt saman það, en til hamingju konur með daginn ykkar og við styðjum ykkur í öllum góðum verkum sem þið takið ykkur fyrir hendur að gera og gera það með gleði. En það er Kristur auðvitað og hann er málmálana fyrir trúaðan mann og ég er einn af þeim sem að framber trúna. Trúin er mér allt í dag og í raun hef ég ekki áhuga fyrir neinu þannig séð nema trúnni. Þó ég hafi gaman af ýmsu þá er þetta svona það sem ég vil afsal út að komi fram. Og ég læt og leyfi í raun engu öðru að skyggja neitt á það. Þó ég sé að taka mér ýmislegt fyrir hendur, þá er það samt alveg aðskilið frá trúnni. Trúin er bara alveg sérstakt fyrir mér. Og trúin er fyrir mér líka Kristur. Trúin er ekki óskilgreint afl í mínu hjarta sem að ég á erfitt með að setja fingur á hvað nákvæmlega er. Fyrir mér er trúin alveg hrein og skýr. Hún býr í hjarta mannsins. Hún er Jesú Kristur. Hún er heilagur andi og hún er það sem að ég stíg út á þegar ég er að gera vilja Guðs. Já, vilji Guðs vill ég að sé alveg skýr í mínu hjarta að því ég vill vita á hvað ég trúi og hverjum ég er að treysta fyrir mínu lífi. Ég er ekki viss um að allir sem viti hverju er treysti fyrir sínu lífi. Sumir treysta manni fyrir sínu lífi, sumir treysta einhverju hugarafli fyrir sínu lífi, en ég vil treysta honum sem ég get sett fingurinn á. Og þetta sem ég sett fingurinn á heitir Jesú Kristur. Þannig að ef þú vilt boða Krist án þess að tala Krist, eins og maður heyrir stundum, gleymdu því. Ef þú vilt draga einhvern inn í kirkjuna án þess að hafa nefnt Krist á nafn viðkomandi, þá ertu hann og hún sem kemur bakdyra megin inn í söfnuðin. Og það á engin maður að vilja gera. Nei, við segjum bara Jesús er upprisinn, Jesús er frelsarinn, Jesús fyrirgefur syndirnar og láttu þetta bara vaða á fólkið. Og svo þegar það kemur, þá kemur það inn framdyrnar, ekki bakdyrnar. Af því það fékk frá þér einhvað sem að þú nefndir aldrei hvað var. Við höfum ekki að tala óskýrt, við höfum að tala skýrt. Þannig að það hryggir hjarta mitt þegar ég heyri það að menn vilji boða Jesú án þess að nefna þetta nafn Jesú. Það heitir á mínu máli að fara í kringum heitan graut eins og kötturinn. Og það heitir líka á mínu máli sem ég var að segja á þann að þú vilt í raun og veru fara bakdyra megin með fólki inn í kirkjuna. Og hvað segir Kristur það? Sá sem kemur yfir vegginn, eða hvað þetta er, hann er sá sem er þar til að stela, slátra og eyða og ekki viltu það. Nei, gleymdu öllum svona hugsunum og segðu sjálfum þig, ég ætla að boða Jesú Krist krossfestan og upprisin. Svo fyrir utan það, að þá veistu ekkert það hvað fólkinu líka og hvað ekki. Ef að þú ert svo manneskja, segjum það, sem vilt ekki nefna Jesú að því þú telur að það sé ekki til árangurs gert,
eða vegna ótta við þetta nafn hjá þér sjálfum og sjálfri. Ótta að því leyti til þú átt allt eins vona á því að fá á þig árás fyrir að segja það sem þú sagðir. Ég þeirra skoðuna að menn sem vilja að fara þessa leið séu raun að fría og friða sjálfan sig, fyrir óþægindum. En hvenær sagði Kristur það að við ættum að fría sjálfum okkur frá óþægindum? Já, ég kannast ekki við þann stað. Nei, vinir, við temjumstum við að vera bara ærlegar manneskjur og við segjum hlutina eins og þeir eru, og þeir eru svona. Jesús stó í minn stað. Þú veist aldrei nema fólki bara hreinlega líki þessi setning. Þú veist ekki hvað fólk er að hugsa. Þú veist ekki hvað gengur vel í hjarta viðkomandi. Þú veist ekki hvað er á bakvið allt sem að fólk er að ganga í gegnum. Þú veist ekki nema fólkið hafa séð búið að vera að ganga í gegnum hörmungar í sínu lífi, og þá gæti þetta verið einmitt það sem það þurfti þann daginn. Mitt er ekki að þynna orðið út og taka úr orðinu til að flytja mönnum, svo sem í góðum huga gert. Mitt er að koma fram í visku drottins, trúandi því að drottin velji handa mér orðin á staðnum. Og þá er ég nokkuð viss það að orði Jesús dettur ekki út í þeim málflutningi. Nei, ég ætla að leiða fólki inn framdyrnar, inn í söfniðin. Ekki að tróða því gegnum glugga eða einhverja bakdyr. Eins og vel má segja að gerist ef við erum að boða og einhver álpast inn út af því sem ég veit að enginn gerir, og en ég þorði aldrei að nefna þetta nafn Jesú. Ég segi við sjálfum, það er ekki til neins að nefna þetta, það verður allt vitlaust. Ég er að fría sjálfa mig einmitt. Ég er að gefa mönnum upp hugsanir. En ég veit að rétt eins og þú, eða ég veit að eins og margir aðrir allavega, að það þarf visku inn í öll þessi mál. Og kennum við ekki að Jesús er viskan sjálf. Okkur er ekkert á ambúnaði. Við bara leitum þangað og leifum honum að sýna okkur og segja okkur hvernig við eigum að gera þetta. Og svo treystum við bara drottni fyrir samtalinu okkar, ef við erum að boða, að það sé bara rétt gert. Og ég lofa því að nafni Jesús kemur einhver stað fyrir þar. Það er að segja ef hann fær að ráða. Þannig að við boðum ekki með þeim hætti að henda orðinu Jesú út. Við bara gerum þetta þess að drottni vill að það sé gert. Hve oft syngjum við ekki nafni Jesú? Ég veit menn sem hafa búið til heila plötu þar sem nafni Jesú var aldrei nefnd. Því þeir töldu þannig að það myndi draga fólk að. Ég efast að nokkur maður komi inn í kirkjuna með þeim hætti. Hugsanlega kæmi einhverinn ef þetta væri bara hrein og klár trúarleg plata. Komum bara til dyrann eins og við erum klædd, elskuðu vinir. Það kann alltaf bestri lukku að stýra. Því að Kristur er okkur kær. Það er ekki rétt. Ég bara tilenga mér öllu mínu lífi í hans þágu. Það er nú bara ekkert öðru seldur og ég er ekki að hugsa neitt annað heldur en að þjóna bara honum. Og ég vona og trúi því að drottin gefi mér bara ævina sem eftir er á þessum akri. Ég er ekki að fara neitt. Ég er ekki að hugsa að fara neitt, nema bara halda þessu áfram og gera það sem ég er að gera ennþá betur en ég er að gera. Það er eina hugsunin sem ég hef. Ég er alveg óhræddur við að tala nafni Jesú. Það verður aldrei verið neitt feimnismál fyrir mér. Og nafni Jesú er með tamast í raun og veru allra annara nafna sem ég nefni. Því að í lífið býr í þessu nafni Jesú. Það býr ekkert í neinu öðru nafni. Og ef ég vil boða fólki boðskapin besta, þá náttúrulega nefni ég nafni Jesú. Halló. Ég leiði engan inn í kirkjuna í gegnum ykkur að glugga og ykkur að paktir.
Ekki vill ég það. Ég kem með fólkið bara í gegnum framdyrnar. Með öðrum orði, ég kem með það í gegnum Jesús sjálfan. Gerum þetta alltaf rétt. Þá höfum við heila bók, mikinn doðran, til þess að sýna okkur það hvernig ná að gera alla þessa hluti. Og þess vegna eigum við heilagan anda, þess vegna eigum við trú sem að bálast upp í okkur. Við hættum að vera hugsa um eitthvað feik, þykist vera eitthvað kæt. Það er ekki kænska, það er bara vitleysa. Að vil ég ekki segja nafni Jesú að því að ég og þú erum handviss um það að hvort þau muni allir, þú myndir sjá undir iljarnar á húlkinu ef þú nefnir þetta nafn. Ég hef aldrei séð það. Ég séð menn að vísu þingja brýrnar. Það hefur yfirleitt ekkert verið neitt meira heldur en það. Og ég veit líka hvernig þetta nafni virkar. Það virkar þannig, það getur jú þyngt brún, en það verður eftir í hjartanu og þá léttist brúnin aftur, því orðið fer ekki tómt tilbaka. Jesú, hann heitir Jesú. Og Jesú er minn besti vinur í dag og ég á marga góða vini og vinkonur í dag og hefur reyndar alltaf átt marga vini og góða vinkonur og ég er nú alveg undrandi á því reyndar að hvað margir halda við maður tryggð í gegnum árin bara. Það finnst mér alltaf mjög einkennilegt en mér þykir mjög vænt um það. Ég veit að þú getur átt þetta líka á sama hvað aldrei ertu. Þú kannski alveg undrandi á því að þessi hafi alltaf fyllt þér eiginlega bara alltaf þína lífstíð. Eins og ég er oft alveg undrandi á þessu. Þetta er bara svona. Og það eru margir í mínu hjarta sem að maður bara þykir vænt enn um og þetta eru góðir vinir manns og góðar vinkonum manns bara í gegnum lífið. Svona er lífið. Það er með þessum hætti. Nei, vinir, við komum til derana eins og við erum klædd og ég held að það sé alltaf svona þegar uppi staðið til mestra vinsælda fallið ef við erum eitthvað að hugsa um það á hana borð. Ég held að það sem að maður kemur bara til derana eins og klæddur að það einhvern veginn vekur svona ákveðið traust á manneskjur þó að það kannski kunni að vera erfitt stundum að fá þetta framan í sig að þá held ég að svona þegar uppi staði að þá einhvern veginn verður einhvað eftir því að bakvið þetta allt saman er svona ákveðin ljúfleiki og það er það sem menn sjá. Já, þetta var nú ágætis náungi, segja menn. Ég get sagt þetta marga. Já, þetta er flottu fýtgæði þessi náungi og þetta er fín kona þessi þannig og hinn og þessi. Nei, vinir, við bara tölum um hlutin eins og þeir eru og við segjum nafni Jesú hátt og skýrt við hvert sem er og ég held að við munum ekki að horfa undir iljarnar og nokkuð manni þó að við nefnum þetta nafn hátt og skýrt, nafnið Jesú. Því við ætlum að koma með fólki innum aðaldirnar í söfnuðin en ekki að tróða það í gegnum glugga eða bakdyr. Eins og væri ef við strókum út allt þetta nafn Jesú úr því við erum að boða skiljiði og svo fyrir þetta það náttúrulega kemur enginn upp á það. Ég held að drottinn sjálfur sé nú ekkert endilega biðja um þetta og ef ég ætla að henda út hans nafni þá efast ég nú að hann gefi neitt árangur að þeirri boðun. Hann er með þetta alveg á hreinu. Hann hefur sett línurnar algjörlega skýrar. Hann skal vera allt í öllu. Og hver er hann? Jesús. Og hvað er rangt við það? Ef þú ert að fara að boða á annar borð en að segja þetta með þessum hætti. Ég segðu mér það. Ég sé ekki rangt við það. Þú segir að maður nú að vera kætt. Af hverju? Hvað er ókennt við það að segja nafni Jesú í boðum, trúarlegri boðum? Það er bara ekkert ókennt við það. Því það snýst þetta mál. Kennum við ekki að fólki þurfa að heyra sannleikann?
Já, mér hefur verið kennt það, jú. Og ég trúi því öllu hjarta að svo sé. Þá ég ekkit innan gæsalappa kætt, tek út eitthvað á orðum að því að ég held að það gangi vel í fólkið. Hvað veit ég hvað gengur í fólki? Þekki ég alla menn? Ég þekki ekki einu sinni sjálfa mig mjög vel, alltaf oft á tíðum. Þannig bara það. Hvað þú heldur aðra mannesku? En ég þekki hann sem þekkir alla menn og ég treysti bara honum. Í boðuninu minni þá treysti ég bara honum. Og hér ég að tala bara það sem hann að segja mér að tala. Og það gengur inn í hjartað og þú finnur blessunna af. Og það ekki það sem þú ert að sækjast í? Þegar þú kemur á svona stað þar sem á annar borði verið að tala orð Guðs, vilt ekki fá einhverja andlega næringu inn í þitt hjarta? Ég held að þú sért bara eins og ég vil fá það. Ég tel mig að fulla rétt á því að fá það, já. Og ég fæ það oft. Kannski ekki alltaf, en það líka afstætt hugtak, alltaf í þessu, vegna þess að stundum ég bara ekkert vel upplagður, þá náttúrulega fer þetta allt fram hjá mér. Besta ræðan í öllum heiminum, ég misti afina því ég var bara óupplagður sjálfur. Þessna Drottinn að hvetja okkur til að undirbúa okkur undir stundir. Þegar blessunin til staðar það sem að hún frambúrin inn í söfnuðunum okkar. En við fáum ekkert út úr þessari stund og erum bara farnir koma aldrei aftur. Þau vorum ekki upplögð sjálf. Og við látum það auðvitað bitna á þeim sem síst skildi, sem heitir Jesú, sem við viljum ekki nefna suma á okkur, þau erum að boða. Við þurfum að sýna visku, elskuðu vinir. Við þurfum að vera á þeim stað þar sem viskan bara yfir öllu. Og viskan heitir Jesú. Hún heitir ekki Konráð Rúnar Finnsson eða nefndu þitt nafn. Hún heitir Jesú. Það var hann sem dó í minn og þeim stað. Jesú. Og þegar ég boða, þá tala ég mikið og oft Jesú. Og ég mun ekki horfa undir ilja nokkurs manns. Það var bara aldrei gerst, það sem ég hef verið. En sem ég sagði á þá, kannski Stígur Brún pínlítið. Það er kannski einu viðburður sem að sér. Smá brúna þingsti stund. Og það er bara gott mál. Brúnir mig að síga bara eins og þeir vilja. En Jesús skal nefndur vera það sem ég að minnsta kosti er. Ég hveti bara til að gera slikt þess sama. Svo kæt vill ég alltaf gera. En ég veit líka að Drottinn gefi mér visku, það er minn lykill, hefur alltaf verið, og það er þetta sem ég hvet menn 100% til. Hlustiði bara á Jesú þegar þið eru að fara í boðun. Leyfiði honum bara stjórna þess voru að til öð. Það er þá sem árangur mestur kemur. Ég get verið með alls konar hugmyndir alveg rosalega klári í þessu öllu sem veit nákvæmlega hvernig á að gera þetta. Og ég er alveg samfærður það að þú boðar ekki vantrúni orðið Jesú. En ég segi það er rátt. Einmitt þetta nafn er það nafni sem brýtur allan ís. Ég komst til trúar fyrir nafni Jesú. Þegar kunningi minn og vinnur kom til minn á sín tíma áður í frelsast og þá las hann bara upp orðið Guðs fyrir mér. Ég veit ekki hvað nafnið Jesú kom oft fyrir í þessum lestri hans. En þetta var það sem að hreyfa mig að endingu. Lengi vel þá gerðist ekki neitt. Þetta hvorki þreytti mig eða gladdi. Þetta var bara einhver orð sem að skuttluðist á milli veggja hérna inn í herbygginu. En svo fór eitthvað að gerast. Og hér er ég að tala það sem þessi maður var að tala og já, reyna útlista ég man nú reyndar ekkert hvernig þetta var ég man eiginlega ekkert eftir þessu nema nokkrum orðum úr Jakobsbréfinu sem fjalla það að hvað tunga getur verið mikið skaðrað ég er svo oft vitnað þetta hef ég séð og er að sjá enn þann dag í dag hví lít skaðræði hún er í munni já bara munni óheftrar framkomu
það er svo mikil ílska í manninu. Manninu er svo fljótur að grípa til ílskunar. Ég veit að þetta á ekki döðum þig, járn væn mannesku þú er. En þú þekkir kannski einhverja sem að ættu nú að heyra þetta. En ég segi við þig, þú áttir að heyra þetta. Þess vegna ertu á þessum stað. Það er svo auðvelt að benda á einhvern annan. En það viljum við ekki gera hér. Því við viljum vera fólki sem ber ábyrgð á því sem við erum að gera og segja. Og þá tökum við bara svona boðskap með þeim sóma sem orði Guðs sæmir. Því við vitum að það sem sagt er frá hæðum komið og þar með sannleikur. Sannleikurinn er frábær. Hvar væri þessi volaði heimur ef hann hefði ekki sannleikan meðfram allir í þvælunni sem hann er að gera og lýginni? Já, hvar væru við þá? Þessu munum við fá að kynnast, þeir sem verða þá eftir. Þessu munum þeir fá að kynnast þegar andinn er komið til fundar við drottin í loftinu og öll við sem trúum í dag líka. Þá er andinn ekki á jörðinni. Þá hefur fólkið enga sannleika. Þið getur ímyndað eitthvað kraðaki sem verður. Þetta er 2,5 ára eða 3,5 ári, mann ekki voru, já 3,5 ára það ekki. Eða 2,5 mann ekki voru það. Þá komum við aftur niður með drottinni í farabroti sem vald, sem konunga og ég trúi því að við munum ganga inn í rústir. Algjöra rústir af völdum antikrist, legana sjálfan, því að það var búið að taka burt allan leiðréttingabúnað. Þessna erum við að boða. Því að drottin segir við þig, ég vil ekki að þú verðir með í þessu. Nú ert þú að heyra og þú tekur ákvörðun og það er ekki við hvorkið hann sem talar hér, nei Guð drottin sjálfan að sakast, þú vilt ekkert með þetta hafa, en þetta mun gerast. Drottin hefur sýnt mér það, sýndi mér það einu sinni draumi fyrir margt lengur. Þess að ég var að ganga eftir götu í anda mínum og ég sá fullt af fólki og það sá mig enginn. Ég fattaði að það reyndar ekki fyrir lengur seinna að það sá mig enginn, ég sá alla. Ég sagði við mig allan tíma það er að gerast. Þetta var þó rétt sem ég hafði verið að læra. Og hvað var að vera, að vera? Við vorum að fara upp til fundar við drottin í loftinu, í skýjónum eða já, í loftinu. Það var það sem var að gerast. Ég man eftir því að ég sá múslíma hinum einn á götunni og þeir voru að biðja á teppunum sínum. Ég er ekkert að dæma þannig. Í mikill örvæntingu, þeir skynjuðu einhvað, vissi ekki hvað það var, en þeir fengu engin svör. Og ég sá fólk bara salla róleg að ganga í deginu sínu, bara svo núna í dag, var þetta einski svart. En við sem vorum á leiðinni vissum hvað var að gerast. Við vissum að við vorum að fara til fundar við drottin. Þetta er ekki merkilegt. Þetta er bara það sem að trúin er að kenna okkur daginn út og daginn inn og þess vegna áréttar hún það við mig að þetta þarf ég að halda í. Og ég nefni þá Jesú. Ég þurrka hann ekki út úr boðunni. Af því að það gæti verið að einhver yrði móðgaðir yfir þessu nafni. Já, það er nefnilega að sýna kænsku. En hvaða kænska er það? Bara gerum við þess að drottin hefur lagt upp með. Við höfum að vera með Jesú skrifuðum risastórum stöfum, hvar sem við erum. Og svo komum við þarna inn í far og þar var fullt af fólki. Ég veit ekkert hvort þetta verið þannig, hann sýndi mér svona allavega. Og ég þekkti, ég þekkti engan, en það segi náttúrulega ekki neitt til að byrja með. Svo kemur til mín ung stúlka og hún fer að segja, ég þarf að sækja prófgráðuna mínar.
og ég sagði, þú getur það ekki, þú getur mist af því ef þú fer núna. Þá hélt hún áfram að töða á þessu, ég var að sækja háskólagráðuna mín. Ég sagði, þú þarft ekki að halda þar sem við erum að fara. Hún vissi alveg hvert við vorum að fara. Og ég fór að hugsa, getur það verið að jafnvel á þessum stað séu menn fullir á hégóma? Ég man ekkert hvernig þetta fóru hjá henni greiðin, en hvort hún fór út eða allavega var mér, ég vissi ekkert meir um það. Og svo endaði þessi sín með því að ég sé eitt sem ég þekki mjög vel, vinur minn, hann þarna með okkur. Hann var svo eini sem ég þekkti. Kannski vildi drottinn bara sýna mér hann yrði með. Þetta gladdi mig. Það var fullt af fólki þarna, og krakkar, fólk á öllum aldri. Þetta var það bil sem burttilbynningin á sér stað. Allir sallarólegir, bara venjulegu dagur. En dagurinn sem breytti raun og veru öllu. Dagurinn sem Antikristur tók völdin á. Ég man alltaf þetta þessum blessuðum múslimum, allir virðing verið þeim. Þeir eru þarna teppanum sínum í örvæntingu, skynjuðu eitthvað og voru að hrópa eftir svörum en fengu engin svör. Hann heitir nefnilega Jesú. Ég var alveg sallarólegur og sagði við mig allan tíman, það að gerast. Þetta var þá rétt sem ég hef alltaf trúað. Og nú það að gerast. Þetta það sem við höfum að halda í, og þess vegna drottinn að gefa okkur svona ýmislegt inn í trúna okkar. Já, drottinn persónulegu Guð. Og heitir ekki, persónulegt samfélag, heitir þessi pistill okkar eða ræða okkar eða hvað við höfum að tala um. Og það eins með þetta, ég var að segja ykkur að nákvæmna sín sem drottinn gaf mér, þú myndir ekki vita um þessa sín nema því að ég að segja þér hana. Akkur, því hún bara persónulegt samtal við mig prívat. Það fullt af fólki sem þú heyrir, hlustar á, talar augliti til auglitis við sem engin veit nema þið tveir. Nema þú látir vita af því að þú hafi hitt hana mann eða þessa konu, og þegar við átt samtal saman og þú segir jafnvel hvað þið voruð að tala. Ef þú segir ekki neitt og enginn segir neitt, þá þetta bara eitthvað tveggja á milli. Sem svona kannski þetta algenga, því þú ert ekkert að básúna allt sem upplifir á einu degi. Og það kemur það heldur engum við, en stundum ástæða til þess að tala um það, að því okkur finnst það sjálfu merkilegt. Kannski finnst það engum öðrum nema þér og viðkomandi það merkilegt sem hann upplifir, en honum allavega finnst ástæða til þess að láta vita af því hvað hann reyndi. Og þá veistu það allavega að þetta allavega, þessi maður allavega sagði þér þetta, svo hvort þú trúir því ekki, það allt annað mál. Við trúum bara sumu og sumu trúið ekki. En allavega þú ert búin að heyra þetta og getur þannig með dregið ályktanir af því sem þú heyrðir. Ef þú heyrir ekki neitt, þá alveg ljóst að það ekki til þess að draga ályktanir af. En ef þú heyrir, þá breytist það mál all snarlega. Það allt í lagi að segja sumt. Það að segja, ef við teljum að það verði til einhvers góðs skags. Kannski segjum við sjaldnar frá því sem væri til góðs skags, en erum uppteknir að því að deila út gremju okkar. Og svo allt líf út úr umhverfinu sem við erum í. Eins og í eðli gremjunar að gera. Hún sogar burt allt líf úr þínu eigin hjarta sem heyrðir, að hlusta á þetta, og út úr öllu umhverfinu líka. Og eftir smá tíma þá ekki til brosvipur og nokkur manni og brúna þingsli út allt. Það alveg hægt að fara með lífið sitt með þessum hætti. Við ráðum þessu öll sjálf. Já, bara ég ræði heilmiklu þetta. Segðu þetta bara með mér. En við viljum vera fólki sem byggir upp, bætir líf og gleður mann og annan. Það líka vel hægt að haga lífi sínu með þeim hætti. Því við þekkjum hann sem frelsarinn okkar, og hann heitir
Jesús, og ég segi það nú aftur. Við erum stolt af þessu nafni, við erum stolt að eiga þetta nafn fyrir okkur. Nú erum við að segja fleirum frá að við viljum að fleiri eignist það. En það er rangt fyrir þá sem hugsa það að þeir hafi ekki nafni Jesú með í því sem þeir að gera, því þeir ætli að svona sína innan gæsalappa kænsku. Það er engin kænska, þetta er bara ótti ef menn vilja fara þessa leið. Þeir vilja fría sjálfa sig óþægindum af þessu nafni, hafa kannski reynslu af því, ekki endilega það sem við erum að biðja en það sem Drottinn segir að verði. Þannig við skulum bara sætta okkur við það. Og að því við sættum okkur við og gerum eins og á að gera, þá komum við með fólki í gegnum aðaldirnar. Höfum ekki tróði í gegnum einhvern glugga eða einhverja bakdyr, einhvern pukur og pískur. Hvað gagn er í því? Ég sé ekki neitt gagn í því. En ég veit að það er heilmikið gagn í því bara að koma eins og maður er klæddur inn aðaldirnar og bara, já, og þeir meðmanni sem að kannski hafa látið sannfærast. Það gleður mitt hjarta og það gleður hjarta safnaðarins. Já, einir, við þurfum að læra og við erum öll að læra og við viljum læra, við viljum gera þetta rétt. Þetta er bókin sem segir mér hvernig þetta er rétt. Og þess vegna erum við með hana ofta heldur en sjaldna. Og Drottinn elskar það þegar þú tekur þessa bók fram yfir allt annað sem að þú getur lesið, og það er margt hægt að lesa, það er rétt. Af mörgu er hægt að fræðast, það er rétt. En það er líka allt í lagi að fræðast af þessari bók. Hún er mitt fræðslurit númer 1, 2 og 3 í minni trú, en ég les nú meira, ég les nú reyndar ekkert mjög mikið, en það kemur nú fyrir, ef ég sé góða bóka þá tek ég hana nú fram og les hana. Þannig það er ekkert dögt neitt og ekkert farið og ekkert endilega trúaritt, bara ef mér líst vel á ykkur sögu þá væri ég alveg vís með að grípa hana. Ég reyndar ekkert með neitt núna í handaraðanum neitt svoleiðis, nema bara biblíuna og svona pælingar í kringum hana. Það er ekkert rosalega langt síðan ég las óskup venjulega bók og fín. Af því að tala nú ekki ef þetta eru einhverja svona sögur úr veruleikanum, þá kenna þeir mann alveg helling lífið, og það held ég sé bara fólki mjög hollt og gott, góð leksja inn í þeirra eigið líf. Og í sömu tilvikum, þó það sé þetta sé ekki trúalega bækur, þá bara lífið, það getur líka kent okkur staðfest helling sem Biblían er að tala um. Og það er sinn nakkur. Við gerum þetta bara eins og á að gera, umfram allt, þá leifum við visku Drottins að tala bara inn í okkar líf. Ég spyr hann, er rangt af mér að lesa einhver aðra bækur? Hann segir alltaf við mig bara sama, gerðu bara það sem þú vilt. Hann þekkir hjarta mig, hann veit á hvaða stað trúin er, og þess vegna segir hann þetta. Hann treysti mér bara 100% fyrir þessu. Og ég á öndver treysti honum bara 100% fyrir því að mín trú sé bara réttum stað. Og ég trúi því að svo sé. Og þú trúir því væntanlega líka, sem að þetta efni hefur verið að hlusta á. Því við eigum góðan Guð. Hann hefur gefið okkur marga í þessari borg, þess að styðja okkur. Já. Hér eru við í 22. kafla Postulasögunar og það er Páll vinur okkar. Við ætlum að taka 15, lesum þetta nokkuð vers. 22. kafla í 15. vers. Því að þú skalt vera vottur hans og segja öllum mönnum frá því sem þú séð og heyrt. Þannig er Páll sem þetta koma til Ananías, sem að hann átti sérst að fara til Damaskus með bréf að bara uppræta þessa kristnu fugla þar, og því hann var bara í því að útrýma þeim, kristnum mönnum. Þetta var Páll, Sál þá. Þarna er hann reyndar orðin Páll, og hann er þarna að tala við einhverja og hann er sérst í boðum þarna og lendir í uppþóttum eins og Páll Grey þurfti ofta að þola,
og hann komið fram fyrir ráðið. Já, þannig er hann að segja frá því þegar þessi Ananías, hann var blindur og ljósinu sem skall á augun á honum. Nú er Ananías kominn til þess að biðja fyrir honum og gefa honum sjónina aftur. Og hann kemur með þetta til hans sem við vorum að lesa á, við lesum það bara aftur. Því að þú skalt vera vottur hans og segja öllum mönnum frá því sem þú séð og heyrt. Og svo segir hann hér merkileg orð. Hvað dvelur þið nú? Rís upp, ákalla nafn hans, lát skýrast og laugast af syndum þínum. Hvað dvelur þig? Komdu bara og klárum verkið og byrjaðu bara, geta hann sagt. Og Páll er að segja þetta var bara tekja manna tal, hugsanlega, milli Ananías og Páls. Og enginn viss það kannski nema þessi tveir menn, nema núna, að þeir er að segja þetta öllum. Nú veit ég meira segja það sem að þarna þeim fór á milli. Já, sumt er bara tekja manna tal, en þetta tekja manna tal getur orðið allar eign og ef út í það farið. Það er að segja, ef að ég segi söguna og gera þetta eins og hún var bara. Það er algjörlega á mínu bandi hvort svo farið, eins er það með þig. Sumt má alveg kyrkleikja, en sumt er full ástæða til þess að láta heyrast og berast út öðrum til blessunar og uppbyggingar. Við erum að láta gott af því leiða sem við erum að segja. Sumir temjast við það en aðrir ekki. En þetta er lykill, ef að þú segir ekki neitt hvað á þína daga hefur drifið, þá veit það enginn nema þú. En ef þú segir það, þá veit það fleiri. Og það geti orðið svo blessun sem er mörgum til blessunar sem að kannski sjálfa sig í þessu, segjum að þessu erfleika, og þeir fara á stað og hugsa upp einhverja leiði fyrir sér sjálfan. Að þeir heyrðu þarna ráð sem þeir sá að það getur alveg gagnast fyrir mig. Já, við tölum það út. Og nú var þetta ekki bara mín einkaeign lengur, heldur voru það orðin fleiri sem að hugsanlega gátu nýtt sér þetta. Svona er orð Guðs. Já, hann heitir Jesú. Þess vegna tökum við ekki það nafn út sem árangusríkari leið ef við ætlum að boða. Nei, við bara komum til dyrann eins og við erum klædd. Já, hann heitir Jesú. Og segjum bara frá því. En þegar ég var komin aftur til Jerúsalem og baðst fyrir helgidómnu varð ég frá mér numinn, ég sá Drottinn og hann sagði við mig. Ég sá Drottinn og hann sagði við mig. Aftur tveir, Páll og Jesú. Enginn vissi það, enginn vitni, ekkert. Maður vissa Páls fyrir því sem hann sá. Og nú var hann að segja það þessum mönnum, hvernig sem þeir taka því, það er að aukaðrið, en nú eru þeir að fá að heyra þetta, af því að Páll er að segja frá því. Tveggjamannatal er ekki lengur tveggjamannatal, heldur vitaða fleiri, og það getur haldið áfram að blessa. Hefur séð Jesú? Ég hef séð hann. Og ég man eftir atriði fyrir mörgum árum síðan að þá var ég einn heima, var eitthvað að væla og skæla, lá eitthvað illa á mér og ég sá mann út undan mér til hliðar. Hann hélt bara krosslaði hendurnar, leiði mér að þusa hana. Ég get ekki sagt okkur hvernig hann er, ég sá hann svona í anda mínu. Hann var að hlusta á þetta og tuði mér. Það var allt bara himinin að farast, að mér fannst. Svo sé ég að hann gengur til mín og hann segir við mig, ég hlust ekki á þetta lengur. Og hvað? Hann tók utan á mig og ég bráðnaði eins og ég segi, eins og smjör í höndunum á honum. Og þessi gremja fór, þetta var komið kvöld og komið svona septími og ég bara stóð upp og fór og svaf eins og unga barn til morguns. Þannig til bara klukka hringdi og ég þurfti að fara í vinnuna. Já, hann hefur birst mér. Þú trúir þessu að því þú finnur hvernig hjartað hoppar á fögnuði yfir því sem þessi maður er að segja þér.
Svona virkar þetta. Kannski ertu að heyra þetta, hefur heyrt þetta áður, því ég hef nú vitnað um þetta áður, kannski ertu að heyra þetta í fyrsta skiptið. Að því ég er að segja það. Það er ekki lengur mitt einkamál, þetta mál. Nú veistu það með mér. Og svona er þetta í skiptum okkar við hvort við annað. Og nú gleymdi ég tímanum. Og Konráð Rúnar Friðriksson lætur þessu lokið og þakka fyrir sig auðvitað og veit að þú fengið eitthvað til að móða úr og hugsa um og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að þú ætlar að beiðja með honum inn í verkefnið.